Á veirutímum síðustu vikur hefur fólk verið duglegt að hreyfa sig og ein sú íþrótt sem tikkar í öll box hvað varðar útivist og hreyfingu og það golfið. Á síðustu dögum og vikum hefur kylfingum fjölgað og nokkrir vellir, sérstaklega á Suðurnesjum, hafa opnað fyrr en aðrir og því hefur traffíkin legið þangað. Við kíktum á Hólmsvöll í Leiru sem í Suðurnesjabæ á þriðja degi sumars, skelltum dróna á loft og heyrðum í nokkrum kylfingum. Það búið mikið af fólki hérna í golfi síðustu daga? Já, þetta alveg frábært og sumarið að byrja hjá okkur og þetta lofa góðu, vel mætt. Þetta bara gengur rosa vel. Á tímum COVID ekkert mál að koma til golfvöll? Nei. Við fylgjum þessu reglu sem okkur settar og kylfingar styðja þær reglur og hlýða í einu öllu því sem fyrir það lagt. Og allir bara mjög glaðir að komast í golf? Já, það allir mjög glaðir. Það náttúrulega málið að fólk að komast út eftir erfiðan vetur. Bæði COVID-máli, veirufræðilega séð og veðrið bara. Og svo náttúrulega eru kylfingar hér sem hafa venjulega verið erlendis á þessum tíma. Sem náttúrulega bara frábært fyrir það að geta komist á þennan góða völl. Þannig að aðsóknin hefur verið gríðarlega, þetta nokkur hundruð manns bara síðustu 3-4 daga? Já, það má segja það. Að það hafa verið fleiri hundruð manns sem hafa komið hérna núna síðan á miðvikudag. En Leiran býr við það náttúrulega að vera alltaf snemmt tilbúin? Já. Vissulega og það nú þannig að við höldum ekki mót núna eins og gefur að skilja og þá eru þetta kylfingar sem eru að koma sem að jafnvel einhverjir að hafa komið í mótin hjá okkur á vorin Þannig að það allir æstir í að spila golf. Já, þannig að þetta bara stór hluti af þessu náttúrulega fólk sem kannski ekki héðan eða í bland. Já, það í bland. Það var nú eiginlega á síðasta vetrardag og sumardaginn fyrsta stór hluti sem var innan Reykjavík. En í dag við breyttum skráningunum þannig að þetta svona beggja blands. Það svona ýmsar reglur, hólu bollin upp úr þannig að boltinn fer ekki ofan í hólu og það eitthvað svona og það verður að vera 10 eða 15 mínútur á milli rafsópa. Já. Svo við nefnum eitthvað pínu pons. Já, við erum nú að fylgja þeim reglum sem okkur settar að vera með 15 mínútur á milli rafsópa og við erum með klúbbhús reyndar lokað en við ákveðum það að hafa fulltrúa klúbbsins hér á öllum stundum til þess að veita þessu svona svolítið aðhald og bollarnir eru náttúrulega upp úr eins og þú veist þangað til 4. maí. Þá kemur einhvers konar breyting á einhverjum reglum. Og kemur völlurinn þokkalega undan? Þetta búið að leiðinda vetur náttúrulega svona veðurfarslega séð. Já, völlurinn alveg frábær, kemur mjög vel undan vetri. Það dagamunur á hverjum einasta degi þegar maður kemur þá séð maður einhverjar breytingar. Það alltaf grænka og tekur vel við sér. Hvernig heldur þetta verði í sumar? Ég held að þetta verði bara frábært. Það verður bara þannig að við höfum verið að fá fullt af nýjum meðlimum, bæði í vor og í fyrra, byrjendum og ég bara mjög bjartsýnn á það að hér verði starfið bara mjög gott. Getur þú sprengja? Já, það kemur mér ekki óvart því að það eru margir sem að muna hafa góðan tíma til þess að stunda þessa íþrótt í sumar. 3 og 5 náttúrulega ekki neitt. Nei, það gjöfin ekki gjald. Eða ekki? Jú, fyrir okkur strákunum á borginni. Já. Þá það bara gott. Hvernig stemmingin? Hún bara góð. Völlurinn kemur vel undan vetri. Já. Mjög sáttum með hann. Pínu vindur, en það reddaðist í dag. Þannig það komið mikið hungur í kylfinga á Íslandi. Já, en það bara spurning hvernig verða vellinir í sumar. Það enginn að fara út í sumar, þannig að verða allir vellir þétt setnir. Já. Þannig að það spurning. Spurning hvernig þetta gerist. Já, það spurning. En það nú slatta golfvöll á Íslandi, þannig að það bara fara menn ekki aðeins á stjá. Jú, við förum bara, skoðum landið betur. Förum bara á velli út á landi. 60 golfvöll á Íslandi. Já, það nóg golfvöllum á Íslandi. Og góðum golfvöllum. En þetta svolítið skrítið. Hvernig finnst þér þetta að vera eitthvað að fara í taugarnar á kylfingum, að hafa bollan upp úr og eitthvað svona, eitthvað smá vesen? Þetta ekki smá atriði bara? Jú, en ekki hægt að snúa bollanum við? Þannig að kúlan dettur bara smá hann í.
Það var eina það núna úrvallega. Já, það er gert í Bandaríkjunum allan. Þá var hægt að spila til forgjafar. Já, það er vonandi allan, en það er fyndið að maður þurfi bara að slá í bollan og þannig að kannski ekki alveg að marka eins mikið og með hólun núni. En bara gaman að komast út á völl, eða ekki? Já, geggjað. Fyrstir hringurinn í sumar, þannig að það er bara geggjað. Og heldur að verði ekki sprengja í sumar? 50 hringir, lágmarki. Lágmarki. Já, Sigurður, hvernig var að komast í golf? Og yndislegt. Það er svo dýrlegt að koma inn í leirnum. Það er geggjaðar staðir. Það er mikið hungur í kylfingum á Suðurnesjum og Íslandi. Alveg bara greddan að drepa okkur að komast í golf. Loksins. Völlurinn líka fín. Mjög fín völlur. Græna grasi að koma upp og fuglarnir og allt þetta sem við viljum fá í leirinni. Æðislegt. Voru fuglarnir að mæta? Voru tjaldurinn og búin að koma sér fyrir aðeins í bunkerónum okkar og á sinn stað og svoleiðis. Æðislegt. Þannig að hvernig sem fyrirvægandi formaður GS, hvernig leggst þetta í því? Heldur að verði sprengja í sumar, ef við getum orðað þannig, allir Íslendingar á landinu? Mér sýnist það. Allavega gestirnir hérna í dag er einhverju ótrúlegu fjöldi og alla þessa viku. Skilst að sé búið að vera hérna bara traffík af utanbæði fólki að keyra á leirina, en enda er leiran besti völlur á landinu. Það er bara svoleiðis. Það er ekkert öðru sig. Og völlurinn bara kemur mjög þokkalega undan vetri? Já, mér sýnist það. Allt í toppstandi. Það er svolítið blautt á Bergvíkina þá. En öll hinn grín er bara fín, slétt og fín og ég get ekki betur séð. Það sé allt saman í toppstandi. Og allir sáttir þrátt fyrir einhverja smá svona COVID-reglur eins og bollan upp úr og eitthvað? Ef það er einhver staður á landinu sem hægt er að halda 2 metra reglu, þá er það á golfvelli. Golfvöllurinn er besti staðurinn til þess. Þarft ekki að hitta einasta mann, sko. Þetta er mesta návíi sem komist í núna. Já, nákvæmlega. Þannig að það eru bara allir spenntir og kylfurnar komna fram og svona vorstemming í loftinu. Já, golf er náttúrulega bara yndisleg íþrótt. Fjölskyldu íþrótt, allir geta verið með í golfi, vinir, öll fjölskyldan í þessu. Þetta er flottur staður til að hitta fólk. Kúltúr líka, gaman að hitta fólk á vellinum, sama fólkið og nýtt fólk að koma. Það er svo gaman að því líka, það er svona partur af þessu. Ég sá að þú varst með nokkrum félögum og var góð stemming í hópnum. Já, við köllum hennan golfklúbb okkar sem er samsettur á Old Boys, Keflavík og Víðir. Við köllum hann Kvíðir. Golfklúbburinn Kvíðir. Ég veit ekki hversu vel nafnið á við. Já, fyrst er það ekki. Mér finnst það vel bara fínt á þessu tíma. Það er ekki allir að kvíða einhverju, vita ekki hvað það er. Jú, það er sennilega rétt hjá þess. En þetta var góð stemning. Þetta eru flottir strákar, fullt af nýliðum líka. Fullt af fólki að byrja í klúbbnum og að taka upp golfið. Mikið af svona hjónum og fjölskyldum að koma inn í þetta. Það er líka flott að sjá það. Löngu orðið tímabært að miklu fleiri stundi í leirina því að þetta er svo flottur staður.